Það er ég, David Bowie og Ziggy Stardust. Aðal gestur þáttarins sestur hjá mér, Einar Jónsson, þjálfari Stjörnunnar. Velkomin. Takk kærlega fyrir. Takk fyrir að bjóða mér. Já, það var bara, minn var heiðurinn. Hvernig hafa menn það í dag? Herðu, bara mjög gott. Já. Mjög gott. Já. Þannig að ég ætla nú að fá að nota tækifæri og óska til hamingju með hana þá. Já, þakka þér fyrir. Og þetta er bara stórglæsilegt og gaman að hlusta á þetta og fá meiri breyti í íþrótta þátta umræðuna. Já, það er bara gott að heyra. Við leggjum miklu áherslu á umfjöllun handbolta hér. Já, ég orðið var við það. Og þess að svo rosaði sérstaklega. Já, það er bara gott að heyra. Gott að heyra. Það styttist í bikarúrslita helgina, Final Four, eins og hún er kölluð á þessari margrómuðu góðu íslensku. Og þið stjörnumenn, þið eruð að fara að mæta Gróttu á næstkomandi föstudag. Já. Er vikan, er hún hefðbundin í undirbúning að breyta eitthvað út á vananum? Svona aðeins, það er nú ekki mikla breytingar. Við erum nú vana að spila á föstum, fyrst deildinni spila á föstum, þannig að það er svona okkar leiktími svolítið, þannig að það er bara hent á okkur nú reyndir ágætlega, en við svona aðeins ekkert engar stórvægilega breytingar, þetta var svona bara eitthvað kannski einn ekstra fundur eða eitthvað og svona smá kannski svona reynda hvað við segja, svona hitt á það á þennan dag, svona eitthvað smá ekstra, en annars bara reynum við að hafa þetta svona eftir sæmilega föstum skorðum. Já, ef við lítum aðeins yfir svona farin veg og tímabilið svona hinga til, þú tekur við liði Stjörnunar í sumar fyrir þetta tímabil og menn svona byrjuðu strax að svona nefna það að Stjarnan væri hún kannski það lið sem að mennu þótti einna líklegast að myndu fara upp í Ólisteildina og þegar við heldur betur staðið ykkur vel, það eru 15 sigrar í 16 leikjum í deildinu og mætið fulli sjálfstraust eftir sigur á móti Fram. Já, við erum búin að þetta hefur bara veturum verið bara nokkuð góður, við hefum verið að spila bara heilt yfir mjög vel og í byggarnum mættu Þrótt í fyrstu umferð og það er ekkert létt, en við gerum það nú bara býsna vel og svo búin að mæta núna 2 Ólisteildarliðum, Akur er í 16 liða og Fram í 8 liða og þannig að og náða að leggja bæði þessi liða velli, þannig að ég held að við getum bara verið býsna ána með okkar framlag í þar sem hafi í vetur, engin spurning, en hann alltaf er ekki unni neitt eða gert nokkuð skapaðan hlut nema að vinna einhverja leiki, þannig að þetta verður gert upp í endan, það er alveg ljóst. En það er það ekki svo Einar að nú náttúrulega þekki þú Ólisteildina vel, það er að segja að þú fylgstu vel með og slíkt, en ég meina bestu liðin í fyrstdeild og lið svona í kringum miðjadeild í Ólisteildinni, þetta er ekkit heiminn og haf, hvað getur mun marðar? Já, það er svona, nei, ég var svona reyndar, kannski var ég með smá svona pínu vonbrigði með að Fjölnir skildi ekki ná betri leika móti Gróttu í áttalegustunum svona af því að það er svona smá stuðnismaður fyrstdeildarliðana en og ég veit að Fjölnir getur betur heldur en þeir sýndi í þeim leik, þannig að þetta er einhver munur á þessu liðum þetta er svolítið svona kannski þú veist, ég get alveg sagt að ég myndi spila 10 sinnum móti Fram, ég myndi vinna kannski 2-3 mestarlagi held ég svona, ef ég á að vera alveg heiðarlegu með það, þannig að en auðvitað, þegar maður hittir á það þá getum við held ég þessi svona minnst 3 efstu liðin í fyrstu deildinni, ef þú hitt á góðan dag þá geta við vel strýtt held ég öllum Ólisteildarliðunum og sérstaklega svona eins og í bikar þá svona einhvern veginn mæta liðin kannski þannig oft innstilt að fyrstdeildarliðin hafa enga tapa meðan að úrvalsdeildarliðin sjá fyrir sér, þú veist, 5 miljón krónar tap í ársreikningnum þegar þú kemst ekki í höllina eða tap eða græð ekki, þannig að þá svona verður þetta svona pínu meira krydd kannski fyrir fyrstdeildarliðin og aðeins meiri press á Ólisteildarliðunum og þetta er svona alls konar í þessu. Hvernig hugnast þér svona, ef við segjum kannski fyrirfram Gróttuliði svona samanborið við ef við tökum bara eins og liði sem slóðu út síðast Fram, er þetta áþekklið að getu á þínum mati? Já, ég held það nú, Gróttan hefur verið að vaksa mikið núna í vetur og sérstaklega núna undanfarið að byrja mjög vel eftir áramót
Ég held að þetta sé svona á góðum degi er þetta bara mjög áþekklið ekki tóðsvipa leikmenn meira þess að líka þannig að hérna byggja upp á öflugum varnarleik, góðum markmönnum hraðuplaupum og öguðum og góðum skipulagi sóknarlega, þannig að þetta er svona uppskrift af góðum árangri og ég held að bæði þessi lið hann verið að ná mjög góðum árangri vetur að mínum mati og Gróttulið kannski svona komið einhverjum óvart en ég veit það bara eða svona mín tilfinning allavega og það sem ég hef séð að þá held ég að Gunnar Andrésson sé frábær þjálfari og maður sér svona á öllu skipulagi og eitthvað þykist maður nú allavega halda maður viti eitthvað þetta og mér finnst svona flott holling á Gróttuliðinu. Hvaða leikmenn eru það í Gróttuliðinu sem að ykkur ber að varast hvað einna mest? Já sko eins og ég sagði áðan þá náttúrulega kannski þeirra merki svolítið varnarleikur og þeir hafa bara svona, það er svona heildarpakkin hjá þeim þar, það er kannski engin einn leikmaður, þetta er vörni bara svona sem heild er að fungera mjög vel ég er svona persónlega mjög hrifinn að leikmennu svo Þráinn Orra Lalli í markinu hefur verið náttúrulega algjörlega frábær núna sérstaklega núna undanfarið og Eili allan vetur svo er bara ég meina þetta er náttúrulega með Finn hérna í hæra hotninu sem er náttúrulega bara toppklassa leikmaður hérna á Íslandi og reynslu mikill já þú veist 100 leikja í Ólistildinni eða hvað það er og náttúrulega hefur held ég unnið þetta allt saman og gert þetta allt saman þannig hann kann þetta upp á 10 og það er kannski svona þeirra go to guy ef maður getur horfað þannig þú veist en svo er þið bara með Aron Dagur er sennilega eitt af okkar mestu efnum í handboltanum hérna heima á Íslandi þannig að þeir eru bara með fullt af flottum strákum og hérna svo sem hann stóð Ulli hérna í hérna vinstra horninu bróður hans Finns hefur átt alveg glimrandi tímabil og það er svo skar fyrir skildi að hann getur ekki verið með þannig að það er kannski jákvæmt að eitthvað liti fyrir okkur að hérna Nei, ég meina það er bara þannig þegar ég segi, þetta er ég er búin að telja upp nokkra leikmenn en með svona fyrst og finnst er það bara svona heildarmyndin og heildarbragurinn á sig á þeim bæði sóknarlega og varnarlega sem er svona þeirra styrkleiki. Já, ég átti spjall hér áðan við Einar Andra Einarsson þjálfara Aftureldingar og eitt sem ég hjó eftir í sem að hann sagði sem að mér finnst svona vera ansi athyglisvert í ljósi þess að nú eru þið að fara að mæta Gróttu að hann vildi meina það að Gróttuliðið væri það lið í Ólistildinni sem væri kannski einna best rútínart sóknarlega að það er svona bæði hvað skipulag, ægi og svo framvegis er einna bestur hjá Gróttu og þeir eru að fara að mæta ykkur sem að spili framliggjandi 3-2-1 vörn sem að hefur verið ansi mikið til umræðu leyfið mér að segja allavega á móti þessum Ólistildaliðum sem að þegar við spila á móti í bikarnum þetta verður ansi athyglisvert. Já, okkar varnarleikur hefur bara gengið svona ágætlega í vetur við höfum svona verið hoggin skörð í lið okkar við missum Villa núna hérna fyrir áramót sem var kannski svona okkar akkeri í vörninni og hérna þurftum að gera smá breytingar og það hefur svona tekið smá tíma og við verið í smá meiðslum sem hefur svona aðeins svona að mínum að gert það verkum að vörnin hefur svona eitthvað verið högta en Villi var ekki með í þessum hann meittist rétt fyrir Akureyleikin þannig að hann var ekki með á móti Akureyri og nýja móti framnáttúrulega þannig að við svona allavega sýnt það við getum ákofandi að spila mjög góða vörn og hérna og ég tek undir með Einar Andra að eins og ég sagði áðan að sóknarleikurinn hjá Gróttu hann er mjög agaður og vel skipulaður og hérna þannig að það er hárrétt hjá honum held ég að mínum mati og ég sammála honum með það að hérna það er svona þú þarft að vera þolimóður og þú þarft að vera agaður sjálfur varnarlega og einbyttur og hérna ef þú ætlar að gera eitthvað á móti Gróttu það er alveg deginljósara þessi helgi sem framöndan var þetta eitthvað sem að þið í Stjörnunni leiðuð ykkur að tala innan hópsins í byrjun tímabils að markmiðið kannski að komast þangað? Já, ég get alveg sagt það að þetta var svona eitthvað sem að blundaði í mönnum þegar ég tók við að þetta voru menn eðlilega með svona dálítið sárir eftir síðasta tímabil og hérna
já, bara voru ákveðin vonbriði held ég hjá Stjörnunni og ekki síst leikmannum sjálfum og menn svona kannski vilja kannski reyna einhverju leita sann eitthvað eða sín eitthvað og þetta og þannig að þetta var svo sem alveg rætt, ég get viðurkennt það en þetta ég svo sagði það strax að það, þú veist, jú, það er gaman fyrir okkur að taka þátt í þessu en þetta er náttúrulega algjör bónus og bara kryddar raunur okkar tímabil og enn meira en höfuðfókusin hefur alltaf verið á fyrstdeildina og reyna að berjast við að koma okkur upp í ólistildina aftur en þetta svo sem gerir þetta ónefnilega mjög skemmtilegra og það er gaman að fá að kljást við þessu ólistilda lið, það er ekki spurning og þannig að ég finn það svona á leikmannahópnum að menn svona mæta kannski svona ekstra gíraðir í þessa leiki það er svona, og kannski eðlilega og það er, gaman að segja frá því að stjörnuliði hjá þér þetta er nánast eingöngu heimamenn, þetta er nánast eingöngu stjörnustrák, langstærsti hlutin allavega. Já, við erum Ari Magnús náttúrulega er F-fáingur í grunninn en þeir eru ekki marg 4 ár svo með Einar Ólaf sem er landsmaður og Haugum ég þarf að kafa djúpt núna maður en þetta eru, sem að segja, þetta er nánast bara stjórnustöndur já, ég held að hann held að tekja sama, við vorum með 20 manna æfingahóp í byrjuvetrar eitthvað svo leiðis og þar að voru held ég 16 eða 17 uppaldir stjórnumenn og af þeim held ég við vorum með 7 eða 8 annarflokks leikmenn þannig að þetta er bæði ungt lið og svo bara eins og segir það gaman að því þegar liðir að skila einhverjum leikmennum meistaraflokk, það er alveg nauðsynlegt fyrir þessa klúbba og Stjarnan hefur verið að gera vel í því undanfarin ár. Já. Það er annar leikur undanúrslitaleikur sem er spilaður á undan ykkur á föstudaginn. Valur Haukar sem er, getum við kannski sagt 2 bestu liðin í vetur í ólistild kalla. Já, er ekki bara eins og allir segja úrslita leikur. Já, það er nú það sem ég var að ég skauti nú Einar Andra að menn skulle leyfa sér að tala slíka vitleysu en nú kannski svona, ég tæki kannski fyrir neðan allar hellur en þetta verður engu að síðan mjög athyglisverður leikur. Já, þetta er náttúrulega bara eins og þú sagði réttilega, þetta eru þau 2 lið sem hafa spilað best í vetur og Haukarnir er bara hreinlega búin að vera frábærar á köflum og valslið alveg ólsegir og búin að vera í meiðslum og smá vesen með leikmann og hópin hjá sér þannig og ég segi það bara alveg fullum fettum að Óskar Bjarni hefur að mínum að þið gert algjörlega stórkostlega hluti í vetur með þetta valslið að ná einhvern veginn að halda sjó þrátt fyrir bara talsverð meiðsli og svona þannig að þeir séu í öðru sæti svona hefur komið pínu óvart en sýnir það bara að lið er frábært og það sá leikur verið náttúrulega alveg svakalegur þetta er bara bæði lið sem að svona þetta vilja allir vinna en svona þetta eru lið sem að svona virkilega kannski hungrar hrikalega mikið í þetta það er bara og ég þú veist svo sem skil ekki þessu umræðu þetta ef menn horfa á töflun og horfa á getur liðana og hvernig staðan er og allt þetta þá kannski svona eitthvað litið eðli umræða menn tala um þetta sem úslega leikin en þetta náttúrulega þú veist getur allt gerst svo þegar í hann er komið. Já. Við ætlum að taka örstuð hlýðinar og svo ætlum við að spá aðeins í spilin kvennamein, þú þekkir nú vel til þar líka í gegnum starf þitt með kvennalandsliði. Já, það er víst. Og ég ætla aðeins að fá að rýna inn í það. Við ætlum að fá 1 lag og svo höldum við áfram. Glæsilegt. Hringbraut. Höldum við og Einar Jónsson, þjálfari Stjörnunar, situr áfram hjá mér. Við erum búinir að ræða okkar á milli með undanúrslitaleiki karlamein á föstudaginn og ég ætla að fá Einar aðeins til þess að segja sitt álit á undanúrslitum kvennamein. Það sem Einar er aðstoðarþjálfari A-landsliðs kvenna í handbolta og kannski ég ætla að byrja á einu sem tengist ekki bikarúrslitahelginni. Ég sagði frá því í morgun að Rut Jónsdóttir hún er á leik. Já, því miður hún þurfti að fara í aðgerð á öxl og
Það stórt skarð, Já. það bara þannig, frábær leikmaður og verið svona einn af burðarásum landslýsins undanfarin ár og það náttúrulega mjög slæmt mál en það bara svona, þetta bara hluta af þessu, menn geta meðst og dotti út og við svo sem ekki farið var hluta af því undanfarið að það hefur verið að eiginlega og alveg ótrúlega óöfrið með bæði meiðsli og veikindi og baspurð og hvað þetta allt saman heitir undanfarin ár, það bara því miður hefur að verið þannig og eftir mikla velgengni kannski frá hvað 2010 eða eitthvað svo leiðis og ykkur þrjú ár þar og eftir alveg til 2013-14 að þá svona kom bara kaplið það sem að bara þetta var bara á færibandi sem að leikmenn voru að rinja út og það er svona áttist að ákveðin endurnýjun og vonandi skila það sér svona til lengri tíma en það er ennþá miði í boði á EM í Svíþjóð þannig að það er bara reyna að nýta það. Það eru eftir, er það ekki rétt hjá mér Einar, þú leiðir mig að vera að segja vitlaust en það eru eftir 2 leikir á móti Sviss og svo Frakkland-Þýskaland en það ekki, passar það ekki? Frakkland úti og Frakkland heim og Þýskaland úti. Þetta eru hörku leikir. Já, ég meina við erum Sviss núna í mars heim og heimann og það er verkefni sem við þurfum að taka mjög alvarlega og þekkjum Svisslið mjög vel og spila dóldi við þær núna undanfarin ár og við verðum hreinlega bara að vinna báð þá leiki og svo reyna að ná í stig eða 2 eða helst 4 náttúrulega á móti Þýskaland og Frakklandi en það verður mjög erfitt en vel 1 stig eða hagsta úrslit hreinlega úr þeim leikjum gætu skila okkur á EM, það er nú bara þannig að við þurfum að vera ennþá þó var kannski leikinnir á móti Þýskaland og Frakklandi núna fyrir áramót hafi svona verið að ykkur leiti smá vonbrigði sérstaklega kannski svona spilamennska liðsins að þá erum við ennþá í séns og meðan svo er að þá þurfum við að vera ríkalega einbeitt á verkefnið og ég held að leikmenn og við öll gerum okkur grein fyrir því að við eigum möguleika eins og segi meðan svo er að þá erum að gera nýta. Já, ekki spurning og það er auðvitað eins hvenna megin har að segja með landsliðið og eins og gerist á köllunum að eðlilega er það þannig að atvinnumenn sem eru að spila erlendis eru svona, getur við sagt kannski bróðu parturinn á hópnum en við hefum fjallað það talsveit hér að ólisteild hvenna Einar, ég bara ef maður horfir nokkur ár aftur í tíman hún finnst mér aldrei verið spennandi og skemmtileg eins og hún er núna, við erum að sjá að það eru 5 stig sem skilja liðið í efsta sæti og 5. sæti. Ég er algjörlega sammálaður því það er að svona vera aðeins leikmenn að koma heim núna síðustu 1-2 árin og úr atvinnumennsku og það er náttúrulega styrkt deildina mikið þannig að það er komin fleiri lið að berjast þetta og eins og segir, það eru bara lið ekki Fylkir í 7. 8. sæti eitthvað svo leiðis og ég meina það er bara lið sem að en nú bara komin undan últ í byggar og unnum nú góðan sigur í Eyjum núna í síðustu umferð þannig að það er bara, ég meina það er hreinlega algjör ógerningur að spá eitthvað lið sem að þú veist á að vera Íslandsmeistari þetta er hrikalega spennandi og deildin búin að vera mjög skemmtileg, ég tek undir það og þessi lið, allavega þessi leiki sem ég hef séð sem nú bæði innbyrðis hjá þessum efstu 8 liðum og einst liðunum þar fyrir niðan bara margi hverjir, bara nokkuð gott quality, ef maður segir svo getan nú bara, finnst mér allavega að aukast með hverju árun. Já, ég held að svona eftir kannski aðeins nokkur ár svona það sem að geta, eða svona gæðin hafa ekki kannski verið alveg upp á það besta. Nei, akkurat. Að þá þetta svona að koma upp aftur og það er bara jákvæmt, það að koma ungir og mjög efnilega leikmenn fram á sjónasviðið og eins og ég sagði hann, þá eitthvað leikmenn sem hafa verið að koma heim úr atvinnumennsku. Þetta styrkt deildina mikið og svo langar mér nú að nefna bara lið svo IR sem að hefur verið var að koma bara inn aftur núna eftir hlé að kom nú reyndar fyrra og átti svona 12 erfið tímabil en hafa mínu mati nú sé nokkra leiki mér og þar virkilega áhugaverið leikmenn og maður með sýnist bara svona utanfrá síðan verið að vinna gott starf þannig
að þetta kannski lið sem að áttir að láta til sín taka á komandi árum og ásatt fleiri liðum og þetta bara jákvætt fyrir deildina heima og á næsta ári fyrir deildýrnar sem að verða vonandi 2 og þá verður þetta nú ef þetta spennandi núna í ár þetta verður úrvalsdeildin og jável fyrsta deildin líka ef við förum svona aðeins og horfa lengra fram í tíman að þetta verður held ég alveg ríkalega spennandi og eftir að bara styrkja hvernig handboltan heima. Já, ekki spurning og það auðvitað framöndan eru undanúrslitin og úrslitin sjálfsögum helgina í bikar kvenna og það spilað á 50-daginn í undanúrslitum þar sem að annars vegar mætast Stjarnan og Fylkir og hins vegar Grótta og Haukar og þetta einar svona fyrir, eins og maður segir, fyrir leikmann þá algjörlega ógerningur að spá fyrir hvernig þetta fer, eins af því þú nefnir réttilega, ég menna, Stjarnan ofar en Fylkir í töflunni en Fylkir að koma í undanúrslitaleikin beint frá Vestmannaeyjum þess að það unnu. Þetta bara... þetta myndi kannski ykkur segja ég með Grótta Haukar það bara algjörlega ég treysti mér ekki til að spá það algjörlega vonlust þetta kannski ykkur leiti myndi með að svona kasta peningnum á stjörnuna en Fylkir hefur bara virkilega verið sína það í undanföndu leikjum að það er bara lið sem þarf að taka mjög alvarlega og Halli að gera flotta hluti með þetta lið og bara svona hvað við segja erfiði hvernig var það maður, þetta erfiði undanfarna ára eða baráttan og vinnusemi undanfarna ára hjá fólkinu sem stendur að liðinu og þjálfur og liðsins að þetta að skila sér og það er bara vel og gaman að sjá það en ég má vel ekkert segja, ég þarf eiginlega að vera hlutlaus en þetta ég að þjálfi stjörnunni þannig að svona þetta viljum við fá tvöfaldan stjörnu úrslita leika á laugardeginum en þetta verður rosalega leikur, það nú bara þannig og það einmitt eins og nefnir það er svona félag eins og Fylkir sem búið að vera að berjast undanfærin ár og reynt eins og þau geta að halda sínum efnilegustu bestu leikmennum við sjáum leikmenn eins og Teu og á þess að vera að taka ykkur 1-2 út að það vantar auðvitað pínu stöðuleika þetta í leik eins og útileika móti Gróttu þess að það tapa numlega og eru hundfúlar tapa sig að næsta leik illa á móti Val fara svo til Vestmannaeyja og vinna að þetta svona svolítið sem eðlilegt að rokka svolítið upp og niður algjörlega, það bara nokkuð eðlilegt held ég og en það sem að kannski hefur að mínum að þetta einkennt starfið að undanfarin ár, það hefur verið haldið vel utanum þetta sem gerir það verkum og þó að kannski þessi svoköldu stóru lið hafi að einhverju leiti verið að reyna að svona kroppa í þeirra bestu leikmenn að þá svona hafa leikmennir haft trú á verkefninu og þar lendi verið áfram í Fylki og séð eitthvað framtíð þar og það er mjög jákvætt það hefur svona fundist mér í gegnum tíðina svona verið kvarta yfir því að stóru liðin sé að sækja leikmenn í hins svokölluðu minni lið og þau lið hafa verið svolítið svona að tuða tólti yfir því en ég segi á móti að ef þú sinnir starfunu þínu almennilega og þá held ég að í flestu tilfellum að leikmenn séu tilbúnir að bara halda áfram og reyna að vinna því að gera sinn klúb að góðu liði og það er sínt sem er Fylki og ég nefndi áðan og vonandi tekst þeim þetta líka og fleiri liðum að sjálfsögðu þannig að þetta er bara að því við nú tala Fylki að þetta bara lítur bara mjög vel út hjá þeim og vonandi bara halda þeir áfram vel á spilunum og gera vel aðeins til að bara svona loka umræðinu bikarhelgina eins og ég komið minna á þú auðvitað að þjálfa kallarlega stjörnunar bæði kallarlega stjörnunar og kvennalið komið í þessa Final Four helgi er eitthvað svona sérstakur undirbúningur hjá klúbnum upp að helginni eitthvað svona verður mikið að vera gagnvart yngri flokkum eða annað slíkt Já, þú veist, þetta náttúrulega fer á stað heilmikil vinna núna hjá fólkinu sem að stendur í kringum þetta líka, það er ekki bara við leikmenn og þjálfarar sem erum að djöflast í þessu, það er náttúrulega fólki á baku tjöldin sem að kannski á svona mestan heiður en skilið fyrir allt það starf sem að þau leggja á sig og það eru yngri flokka þjálfarar, það eru stjórnarmenn, sjálfboðaliðar og fleiri sem eru að
það er verið að samna peningum og það er verið að promótera leikina og það er hellingsvinna í gangi og yngir, náttúrulega hvetur maður alla yngri flokka leikmenn til þess að koma á stiðið baki á sínu liðum, þannig að það er hellingsvinna í gangi og hérna við sem dæmi hjá okkur verður eins og ég sagði áðan, verður þetta mjög hefðbundi, við reyndar það verður sameiginlegur matur hjá hérna kalla á kvennaliðinu hjá okkur núna hérna í kvöld eftir æfingu og svona aðeins að þjappa hópnum saman og svo munum menn bara hérna láta verkin tala inn á gólfinu og reyna gríja fram einhverju þokkali úrslit á 15. og 1. Já, ég ætla að svona rétt í lokin einar verða aðeins að fá að pumpaði með A-landslið kalla að það voru nú að þjálfa kvennalandsliði með Ágústi Jóhannssoni hvað sérðu fyrir þér gerast þar, hvers konar ráðningu ef maður spyr svo, sérðu fyrir þér í kallaliðinu? Stórtu spurt. Já, þetta er spurning. Það er búið að velta þessu fyrir sér fram og tilbaka og með svo sem verið að ræða þetta nánast allstaðar, þannig að ég á mjög örð með að mynda mér eitthvað skoðun á þessu. Ég er svona það er þau nöfn sem hafa verið nefnd eins og Geir Sveinsson og Kristján Arason og fleiri, jável Óskar Bjarni og fleiri sem hafa verið nefnd í þessu samhengi. Ég held að þetta sé allt góði kostir. Það sem að kannski ef maður horfir á það sem þarf að gera, það þarf bara svona þess að mínum mati þarf að svona kannski ekki, þú veist, svona einhver leiti taka til en þú veist það þarf svona kannski einhverja endurnýjun, það þarf aðeins meira nýtt blóð í þetta, aðeins meira ferskleika og það þarf að hrista þess upp í þessu en kannski ekki með þeim hætti að það sé bara öllum leikmönnum hent út. Nei. En við eigum mikið að bæði efnilegum leikmönnum og bara hreinlega leikmenn sem hafa verið að banka þarna á dyrta núna undanfarn ár sem kannski hafa ekki fengið mörg tækifæri en sýnda með sínu félagsliðum sérstaklega úti að það eru leikmenn heldur sem að svona hafa gredduna til þess að svona held ég að koma landsliðinu aftur á þann stall sem það á að vera og hérna þannig að það er svona kannski eina sem ég sé þessu og vil nefna er þetta sko að menn svona leggist í þá vinnu. Ég held að allir þessi nöfn sem hafa verið nefnd eru allt góðu kostir og góðu þjálfarar og það er svona spurning bara hvaða sín það er allavega ef ég sæti við samningaborðið þá myndi ég vilja heyra þeirra sín á raun og veru hvernig þeir sjá þetta fyrir sér, hvaða hugmyndir þeir hafa og hvað þeir myndu vilja gera og frekar kannski þá ráða mennina með þeim hætti heldur en hvaða nafn það endilega er. Það hefur verið ansi mikið í umræðinni og ég meina forsvarsmenn HSI hafa bara hennilega gefið það út líka og viðurkennt að þeir eru líka að skoða erlenda kosti, það er að segja þjálfara erlendis frá sama hvort það eru síðan Íslendingar búsettir erlendis eða hvort það eru útlendingar. Hvernig, ég meina sérðu það fyrir þér Einar að það sé hugsanlegt að erlendur þjálfari myndi koma að landsliðinu? Já, ég sé aðeins fyrir mér það snýst þetta mínum að þetta er bara gæði og þú veist, ekki það bara fá eitthvað útlending til þess að taka við starfinu, þú veist hver það verður bara, eins og ég sagði áðan þetta snýst svolítið bara hver alveg sama hvað nafn það hvort hann er erlendur og íslenskur hvað sín hann hefur á þetta hvað sér hann fyrir sér þú veist, 1, 2, 3, 4 ár og líka bara næsta mót þú veist, og ég meina hvernig svona hann ætlar að leggja þetta upp þú veist, ætlum við að hjakka í samafarinu eða ætlum við að gera okkur breytingar og þú veist og það má þess að taka þetta aðeins neðar, þú veist við erum með efnilega yngri landslið og við erum með hann afrekshóp í gangi og það er svona þannig að svona heildamyndin þarf svolítið að vera held ég í frontinum á þessu, það er held ég svona það sem skiptir mestu máli. Frábært. Einar Jónsson, þjálfari Stjörnunar, já umfram allt gangið þér og þínu liði mjög vel. Takk að kella fyrir það. Komandi helgi, takk fyrir að gefa þér tíma fyrir að koma. Já, takk sömuleiðis. Og við fáum að fylgja spennt með framhaldinu hjá ykkur. Takk fyrir komuna. Takk hella.